Yfir 500 manns tóku þátt í umfangsmikilli flugslysaæfingu sem haldin var á Keflavíkurflugvelli nýliðina helgi. Æfingin ein stærsta hópslysaæfing sem haldin hefur verið á Íslandi og eru æfingar sem þessar mjög mikilvægar heildarviðbragðskerfi Íslands, hvort sem flugslys eða önnur hópslys að ræða. Isavia heldur utan skipulag æfingana en mikill fjöldi annarra viðbragðsaðila kemur að þeim, svo sem starfsmenn flugvallarins, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningsaðilar, starfsmenn sjúkrahúsa, almannavarnir, björgunarsveitir, Rauði krossinn, prestar, rannsóknaraðilar og fjöldi annarra. Flugslysaæfingar sem þessar eru að jafnaði haldnar á 4 ára fresti á hverjum flugvelli á Íslandi þar sem starfrækt áætlunarflug og hefur Isavia haldið við 40 flugslysaæfingar frá árinu 1996. Sett var á svið flugslys þar sem þota með 150 einstaklinga borð lenti utan vallar vestan við suðurenda norður-suður flugbrautarinnar á Keflavíkurflugvelli. Vettvangurinn var gerður mjög raunverulegur en kveikt var í bílflögum til að líkja eftir flugvélabúk, sjúklingar voru farðaðir og allt gert til að gera hann sem líkastan raunverulegu slysi. Hvað átti í raun að hafa gerst hérna í dag? Hér átti að hafa, það var flugvél með þota með 150 farþega sem tilkynnti hita í hreyfli og það var ástand sem varð svo verra og verra. Endaði með því að það átti að hafa kviknað í hreyfli og svo brotlenti hún hérna rétt fyrir utan braut með 150 farþega borð. Hvað eru margir sem koma að þessu? Það eru allt í allt 500 manns, eitthvað yfir 500 manns sem taka þátt. Þetta eru viðbragðsaðilar, það starfsfólk Isavia, það er björgunarsveitirnar hérna allt í kring, bæði hér á Suðurnesjum og úr bænum. Það eru læknar, heilbrigðisstarfsfólk. Slíta þessu hérna, við erum að fylgja þær út. Það má ekki taka myndir hérna inni. Það banna að taka myndir hérna inni? Þú verður bara að pakka og koma með okkur. Þegar hér var komið við sögu, voru flugvallaverðir að fylgja eftir fyrirmælum að koma aðgangshörðum fréttamanni út af flugvallasvæðinu. En fréttamaðurinn hafði skömmu áður ónáðað fulltrúa rannsóknarnefndar flugslysa við störf sín. Allt í þágu æfingarinnar, en fréttamaður Víkurhretta var fenginn til að taka þátt í æfingunni. Hvað geturðu sagt mér þessa vél sem fór hérna niður? Upptekinn. Það rétt að það hafi verið eldur í vinstri hreyfli? Ég er upptekinn. Engar upplýsingar þetta hafa? Geturðu sagt mér eitthvað þessa vél? Nei, ég get ekki sagt það neitt. Viðtalið við upplýsingafulltrúan urðu við því að klára utan flugvallagirðingar. Þá máttu bara ná í bílinn, bara koma með hann hérna upp á. Það verðast virka öll öryggiskerfi hérna hjá ykkur á þessar æfingu, okkur bara hent út af svæðinu með það sama. En við vorum staddir í umfangi þessar æfingar. Hversu umfangsmikið þetta? Já, það eru 500 þáttakendur, eitthvað yfir 500 þáttakendur hérna og það eru viðbragðsaðilar frá Isavia, það frá heilbrigðisstofnunum hérna á Suðurnesjunum og úr bænum, björgunarsveitirnar hérna allt í kring og sömuleiðis af höfuðborgarsvæðinu öllu. Rannsóknarnefnd samgönguslysa hérna komin, þeir koma strax á vettvang til að gera frumrannsókn. Lögreglumenn og allir helstu viðbragðsaðilar, læknar, prestar, Rauði krossinn. Þetta rosalega umfangsmikið og æfð öll, viðbrögð við öllu og það hérna... Þið reynið að hafa þetta eins raunverulegt og mögulegt Já, við gerum það og það eins og við sáum í söfnunarsvæði Slasara, þar sem okkur var hent út, þá hérna var sjúklingar farðaðir og læknar þar og prestar til þess að greina hvert á að senda hvern. Svo það þá raðað í sjúkrabíla eða sjúkraflug eða þyrlu eða eftir því hvernig það metið. Og það var eiginlega sama að segja vettvanginn, hann var mjög raunverulegur. Já, hann var alveg sérlega raunverulegur núna, mikill metnaður í vettvanginum. Það var gerður grafinn skurður eftir eins og ef að flugvélin hefði lent þarna í sandinum. Það voru alvöru hlutar úr flugvélum, svo bílar sem kveikt var í, rúta til þess að líkja eftir flugvélabúk sem björgunarmenn söguðu inn í, önnur rúta sem fyllt var reyk og svo framvegis. Og þetta eitthvað stærsta æfing sem haldin hefur verið hér á landi. Hversu oft eru þið að æfa þessi viðbrögð?
Það svona það bil á 4 ára fresti á hverjum áætlunarflugvelli. Þannig að þessi hér á Keflavíkurflugvelli var síðast haldin æfing 2012 og þessi hérna, og þetta eru auðvitað stærstu æfingarnar sem haldnar eru hér á Keflavíkurflugvelli og þetta ein stærsta hópslysæfing sem haldin hefur verið á Íslandi. Því auðvitað þetta eru nákvæmlega sömu viðbrögðin sem eru æfð, hvort sem að að ræða rútuslys, flugslys eða hvað annað. Þannig að þessar æfingar eru mjög mikilvægar til að samhæfa alla viðbragðsaðila.